Nú ætlum við að skoða hvað áhrif jákvæðir og neikvæðir snúningar hafa á horn. Hvað snýst stóri vísirinn langt á 15 mínútum? Ef við teiknum klukku hérna, og hérna er 12 og hérna er þá 3 og 6 og 9, þá sjáum við fljótlega að stóri vísirinn hann fer frá 12 til 3 á 15 mínútum og þetta myndar 90 gráðu horn. Á sama hátt sjáum við á 30 mínútum fer hann frá 12 til 6, það er 180 gráðu horn. Hjálpar mikið að teikna þó ekki sínum bara svona litla klukku. En þegar við förum að velta fyrir okkur hvað hann fer á 7 mínútum, þá finnum málið að flækjast. Það er ekki svo auðvelt að teikna það og fá upp einhverja skýra mynd. Þá þurfum við að velta fyrir okkur hvað fer stóri vísirinn langt á 1 mínútu. Og þá förum við að skoða, hringurinn er 360 gráður og hvað er 1 mínúta stór hluti af hringnum? Hvað eru margar mínútur í hringnum? Þær eru 60. Þannig að til þess að vita hvað 1 mínúta er, þá deilum við bara með fjölda mínútna. Ef við hugsum þetta sem klikk, þá fer vísirinn sem sagt 60 klikk, allar hringinn. Og hvert er 1 mínúta sem er 1/60 og það eru 6 gráður. Þannig að 7 mínútur er bara 7 sinnum 6 sem eru 42 gráður. Þannig að þetta eru 42 gráður. Hvað snýst litli vísirinn á 1 klukkustund? Stóri vísirinn fer heilan hring, hann fyrir 360 gráður, en svo litli fer frá 12, skulum teikna bara aðra klukku hérna, og til 1, hann fer sem sagt, og svo er 2, 3, 4, 5 og upp í 12. Þannig að hann fer hérna 1/12 af hringnum. Og þá þurfum við bara að segja 360 deilt í 12 og það eru svo mikið sem 30 gráður. Á 15 mínútum þá við gætum farið að rekna út hvað hann fer á mínútu eitthvað svo leiðist. Það er óþarlega flóknir útreikningar. Það er miklu fljótlega átt að segja á því að 15 mínútur er 1/4 úr klukkustund. Þannig að við þurfum bara að segja 30 deilt með 4 til þess að finna 1/4 og fáum út 7,5. Þannig að þetta eru 7,5 gráður. Hvað líða margar mínútur meðan stóri vísirinn snýst um 30 gráður? Þá þurfum við átt okkur á því hvað er 30 gráður stór hlut af hring. Þá segjum við 360 deilt í 30. Og við fáum út úr því 12. Þá hlýtur hann að snúast um 12 mínútur. Það er fljótlegt að sjá að stóri vísirinn, hann, sem sagt þegar hann fyrir 180 gráður, þá fer hann frá því að vera efst uppi yfir í að vera neðst. Og það eru 30 mínútur. Hvað er hornið á milli stóra og litla vísins þegar klukkan er 3? Það er, svo teiknum bara klukku. Þá er stóri vísirinn hér, litli vísirinn er hér og við erum fljót að sjá að þetta er 90 gráðu horn. En hvað þegar klukkan er nákvæmlega 11? Þá er hornið bilið frá 11 til 12 er það ekki, því að litli bendur á 11, stóri á 12. Það er kannski að vera nær miðjunni hérna hjá mér. Og bilið hérna á milli er þá 1/12 af hringnum er það ekki. Þá gerum við bara 360 deilt í 12. Það eru 30. Þetta eru 30 gráður. Við hefum líka geta áttað okkur á að bilið frá 1 til 3. Það eru 3 bil og við erum með 1 svoleiðis, þannig að við erum með 1/3 af 90 gráðum. En það er mismunandi hvernig við finnum þetta út. Það er ekki alltaf bara ein leið rétt. Síðan erum við hérna með skífu. Hérna eru tölustafinir 1, 2, 3 og 4 og við erum að snúa þessu eftir leiðbeiningunum hér og sjá hvað kemur út. Og við skulum sjá, þetta er heill hringur, þannig að bilið frá 1 upp í 2, það er 1/4 úr hring, 360 deilt í 4 eru 90 gráður. Þannig að hver snúningur hérna frá 1 tölu til næstu er alltaf 90 gráður. Þannig að þegar ég á að fara 90 gráður þá sný ég skífunni, ef við byrjum hérna í 1 og ég á að fara réttsælis, þegar það er plústala þá fer ég í þessa átt og þá enda ég hérna á 2. Í næsta snúningi á ég að fara
180 gráður í mínus, þá fyrir ég hina áttina og 180 gráður er 90 pluss 90. Þannig ég fyrir allavega hingað. Síðan á ég að fara 270 gráður í hina áttina, í sem sagt sólargangin, eins og ég byrjaði, og þetta er 270 pluss. En 270 er 90 pluss 90 pluss 90, þannig ég þarf að fara alla leið hingað. Svo ég aftur að fara 90 í mínus og ég enda þá hér í 2. Ef að ég væri með fleiri tölur hérna, segjum sem svo að ég væri með 10 tölur á hringnum, ég væri með hring sem væri frá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og svo 0 eða 10 eða eitthvað, þá er hvert bil orðið 1/10 úr hring. Þá þarf ég bara að gera 360 deilt í 10, sem gerir að hvert bil er 36 gráður, þannig þá þarf ég bara að finna hvað er ég ofta að fara 36 gráður til þess að finna hvað er þetta mörg klikk sem ég þarf að snúa þessu.